Þórarinn Hjartarson, ég segi að þú sért kraftmesti hlaðvarpsstjórnandi landsins. Já, ég myndi ekki ganga svo langt, en takk fyrir að segja það. En, það ég sem segi það, skilur, þú átt ekki að efast það. Það er svona vikt í því ef þú ert að segja það. Já, ekki efast orð mín. Ég ætla að rúlla yfir kostandi mína að þú bara fylgist með. Já. Og ég náttúrulega með Storytel og þetta náttúrulega einn af svona uppáhaldsmiðlunum mínum og ég ætla aðeins að nefna þetta nokkra bækur sem að ég hef verið að lesa. Sko, þegar ég var barn, þá las ég Önnu frá Stóruborg og þetta geggjuð skáldsaga. Og hún fjallar semst Hjalta, sem 15 ára gamall og verður ástfangin á húsfreyjunni á Stóruborg sem 27 ára gömul. Og þau eigna síðan mörg börn og þetta svona spennu ástarsaga. Vigdís, að því að það nú allir að ræða Vigdís þessa dagana, þá bara hvet ég fólk til að lesa þessa bók og þið sjáðu að ég tala bara bækur sem eru með góðar einkunnir. Og svo þessi bók hér sem lengst til vinstri, hún segir okkur á svona einföldu máli alls konar bæði vísindaafrek og hvernig heimurinn var til og Miklahvell og annað á svona mjög auðskildu máli þannig að þetta einhvern veginn meikar meiri sens. Og svo ég glæpabækur sem að ég búin að vera að lesa. En ég ætla að sviðs yfir í aðeins fleiri kostendur vegna þess að það kaldi og þú komið kalda í glas. Já. 0%. Og ef við svæfum áfram, þá Bauhaus, uppáhaldsbúðin minn og ástæðan fyrir setti hurðir vegna þess að ég að leita hurð á baðherbyggi, fór í einhverja verslun og þau sögðu, heyrðu, farið upp í Bauhaus, þau bara græja allt fyrir þig, að ég að leita svona sliding hurð og þau finna þetta í Bauhaus, þannig að það var mjög heppilt að ég með Bauhaus sem kostanda. Og svo skulum við svissa á Reykjavík Photo, mínir bestu menn þar. Ég er sammála þér þar. Og kíkjum síðan á lokamyndina. Hver þetta? Þetta nýji kostandinn. Nei. Hlaðvarpið ein pælingur á einu kostandi að hlaðvarpinu. Nei, mér langaði eins og að vísa hans í þitt hlaðvarp. Og þetta segir svona þessar fyrirsagnir, segja svolítið mikið hvað þú ert að fást við. Já. Og talar Og ég hefði á tilfinninguna að þú sétt, ertu að reyna að ögra eða ertu að reyna að koma fram einhverju hugmyndafræði í hlaðvarpinu? Hið síðanendan. Það ákveðin hugmyndafræði sem ég tel betur til þess fallin að nýtast samfélagi. Ég ekki að ögra en ég ekki hræddur við að ögra. Ég ekki hræddur við að tala það sem að mér þykir vera svona mikilvægt að nefna. Ég reyni sérstaklega, það ekki til þess að ögra, en það aftur á móti til þess að reyna að fjalla mál sem að mér finnst að við ættum meira pæli, sem eru oft á tíðum óþægileg og ég tala hvasst málefnin. Ég ekki feiminn við að ræða það sem að ég tel vera staðreyndir í ákveðnum málaflokkum og ég tel að sé svona það sem við ættum að vera að spá í. Ég tala kulnun, ég tala útlendingamál, ég tala reyndar mjög mikið húsnæðismál sem kannski aðeins minna eldfimt en mér finnst aftur á móti mikilvægt og allt það sem að svona, ég tel vera svona efsta baui. Ég hef talað mikið réttrúnaðinn. Ég sagði nú bara fyrir einhverjum árum að við munum aldrei koma til með að geta reiknað okkur niður á þann kostnað sem að réttrúnaðurinn hefur valdið okkur. Ég held að það hafi verið hræðilegt hvernig við breyttum því, hvernig við ættum umræður. Núna að ræða til með lesa sér bók sem heitir út af Storytel. Ég veit nú ekki hvort hún sé á Storytel en hún ætti að vera Storytel, sem heitir Háskólapælingar eftir Pál Skúlason. Það sem hann að fjalla nákvæmlega. Hún heitir bara pælingar eða ekki? Háskólapælingar. Já, það bók sem kom á eftir pælingum? Já, pælingar og það endar ég mikill aðdáandi þegar ég stofnaði hlaðvarpið ein pæling. Já. Að þá vissi ég ekki af þessum bókum. Okay. En það var mjög skemmtileg tilvílun aftur á móti að Pál Skúlason væri mikill, frumkvöðull í hugsun og ég hef lesið pælingar 1 og 2. Á ég að segja þér eitt sem poppaði upp í hausinn á mér núna. Já. Ég tók viðtal við Pál Skúlason 2011 og 12 og það var ein setning sem hann sagði í viðtalinu sem var mér ógleymanleg. Hann sagði, embættismenn eru mesti þröskuldur framfara á Íslandi.
og þetta var einhvern veginn svona römmuð innsetning sem að ég átti bara síðan eftir í gæsalöpum og ég held ég að hafi notað hann í fyrirsögn í þættinum. En hvað var það svona við Pál Skúlason sem að þú tókst út úr öllu því sem hann var að skrifa? Sko, það sem hann náttúrulega að ræða eru samfélagsmál á svona heimspekilegum grunni. Hann ekki kreddumaður, hann mjög mikill, hann svona sjálfstæður hugsuður og af því sem ég hef lesið eftir hann, þá finnst mér hann vera, svo ég fá að sletta á svona því kaliberi að vera vel, já, á pari við svona fremstu hugsuði sem að ég les. Mér þykir alveg ótrúlega magnþrungið að lesa texta eftir hann, ótrúlega velskrifandi og ótrúlega mikið þyngsli líka. En það líka að því að hann sér einhvern veginn hlutina utanfrá, hann ekki einhvern veginn inn í einhverju hringiðu að taka afstöðu til þeirra, heldur sér svona eins og einstaklingur sem horfir á maurabú og getur fylgst með hvert þeir að fara og hvernig þetta þróast. Jú, ég náttúrulega kynnist honum aldrei, þannig að mér þykir alltaf erfitt svona að segja til hvernig einstaklingunum var, en eftir því sem að ég les frá honum, að þá les ég líka í þetta. Það ekki náttúrulega, það ekki þyngsli í því sem hann að tala um, það þungi. Já. Það þungi í öllu sem hann segir og það mjög mikið, hvað ég að segja, magn í fáum orðum. Mikið sem hann að segja í mjög tiltölulega fáum orðum og mér þykir það alveg magna. Hann kenndi gagnrýna hugsun við háskólann og inn í lögfræðideildum og hann náði einhvern veginn alveg svona sérstöku sambandi við nemendur af því að hann tróði einhvern veginn ekki hugmyndum eða skoðunum inn. Hann kendi fólki einhvern veginn að leggja mat á ólíka hluti. Þannig að það var ekki til þess að skapa átök, heldur bara til að taka afstöðu til álitamála til dæmis. Já, og það leiðir okkur svolítið í því sem við vorum að ræða henni upphafi, sem ástæðan fyrir því að ég fer út í þetta hlaðvarp, einmitt að mér þykir þetta skorta. Mér þykir að skorta að við hugsum sjálfstætt og nú ég ekkert að segja að ég sé eitthvað vel til þess fallin að ná sama árangri í því að auka gagnrýna hugsun eins og Páll Skúlason, en hins vegar að þá tel ég að til dæmis eins og stjórnmál, þau hafa einhvern veginn verið bundin rosalega mikið við það að ágæti stjórnmála sé bundið við einhvern rosaka svona samtakamætti, tókst eftir þessi COVID, sko, við erum öll í þessu saman en stjórnmál eru náttúrulega bara öfugt við það. Pólitík snýst það að vera að finna ágreining og takast á þau og betri hugmyndir verða ofan á, ekki einhvern veginn að reyna að samþætta allt að einhverjum svona sameiginlegri niðurstöðu. En finnst þið þá að við ættum í rauninu bara að horfa á pólitíkina sem þennan farveg sko, þess að aðgreina sig, að því að maður vildi einhvern veginn óskaði samt að þau væru meira samnettir í að finna lausnir. Já, sko, þú veist, ég bara ekkert svakalega hrifinn af svona átakafælni sem að mér þykir. Nei, hún ekki oft ónauðsynleg? Erum við ekki að skapa ofta átök eitthvað sem að þyrfti kannski ekki að vera átök Já, ég held nefnilega sko að það sem að við erum kannski að sjá í dag sé að sko átökin virðast vera, raunin tvíþætt ástæða, átökin virðast vera hvað var að segja, svona harðari heldur en það ætti að vera, en ég held að það sé út af því að umræðum hefur einhvern veginn verið stungið undir teppi í mjög langa tíma. Ok, en horfumst aðeins í auðvitt. Það business í átökum. Það business í að aðgreina sig. Það business í að reka fjölmiðil sem að heldur einhverju fram eða nógu provokerandi eða í rauninni bara það sem við höfum kallað í gegnum tíðina, smellubeitt og ég leyfi mér að segja þetta að ég hef verið partur af fjölmiðlum í 30 ár, að við þurfum að vera með mjög sterkar afgerandi skoðanir eða hugmyndir eða fréttir til þess að einhver nenni að lesa, vegna þess að við nennum ekki að lesa endalastu hversdagsleika. Og þess vegna velti ég fyrir mér sko, þetta orðið meiri business heldur en hugmyndafræði? Átök. Ég nefnilega hef hugsað þetta líka sko, í sambandi við businessin. Og Margrét hún afbrotafræðingur. Já. Valdimarsdóttir. Margrét Valdimarsdóttir, Hún
sagði við mig með þetta þegar ég var að tala svona mikið útlendingamál og hún sagði að þetta væri einmitt business. Já. Og ég sagði að það væri mjög skrítið út af því að það ekki mikill business í því til dæmis að fá kostendur þegar að þú ert að segja já, heyrðu, ég með svona tölur, það mikil hlustun, það gengur vel og kostendur eða þessar samstarfsaðilar eru ánægðir. Það ekki mikill business samt í því og svona almennt séð ef einhver væri með business nef í hlaðvarpsgeiranum. Meinar að fara þvert á almenna skoðanir. Já, hann myndi aldrei segja, sko, og svo ég að tala múslima í Evrópu og það hvaða áhrif það að hafa stjórnmálin og hvaða svona ágreiningur að koma í ljós í sambandi við menningarlega samþættingu og aðlögun. Það ekki auðvelt að fara til þeirra sem eru í því að vera svona samstarfsaðilar hlaðvarpa og segja það, þannig að sko businessin að einhverju leyti. Nei, og þá ég að segja þetta bara á báða vegu. Já. Það fullt af fólki sem hefur sko ávinning, fjárhagslegan ávinning af því að það séu átök öðru hvoru megin. Já, þú meina það. Já, og þá ég að segja, skilurðu, við vitum til dæmis þróunarhjálp, að ef að við þyrftum ekki að hjálpa neinum ríkjum og þau væru öll bara fullkomin mannrétti, fullkomnar aðstæður á öllu leyti og auðlindir, að það fjöldi mann sem myndir missa vinnuna við að hjálpa öðrum. Þannig að það sem ég að segja átök á sikkurum ásnum, getum við sagt, eru líka einhvers konar ávinningu fyrir einhvern sem getur verið fjárhagslegur. Já, en ég held bara sko að átök séu í grunninn jákvæð ef að það eiga sér stað á málefnulegan máta. Það að segja ef við erum að takast á hugmyndir eða annað, að þá þykir mér sko átök ekki vera slæm. Aftur á móti er eins og sjá Bandaríkjunum að það pólitískt ofbeldi að aukast og það meira svona hatrömm samskipti. Þannig að þetta ekki sjálfgefið að átök séu alltaf jákvæð. En hins vegar þá tel ég að átök í grunninn þegar kemur á svona málefnulegri umræðu eitthvað sem að við eigum að vera að heyja. Út af því að öðruvísi þá kemur bara öðruvísi birtingamynd á þessi átök síðar meir eins og við erum svolítið að sjá þegar að fólki sé aldrei niður í með skoðanir sínar. Já, þá bara kemur það upp með offorsi sko. En segðu mér eitt að því að þú svona velur ákveðið mál til að tala sem eru viðkvæm, málefni transfólks, kulnun og gerir svona frekar lítið út í hugtaki getum við sagt. Af hverju þetta? Hvað það sem að bara truflar þig við þetta? Þessi málefni eru náttúrulega að velja mig frekar en ég þau. Það mínum að þið sko. Út af því að það sem að náttúrulega ég tel að sé frumskylda okkar sé að búa til samfélag þar sem að við skiljum það eftir í betra standi heldur en að við tókum við því og ég tel að við séum að gera það illa. Ég tel að við séum að skila okkur verra samfélagi heldur en að við tókum við. Sérstaklega við horfum bara síðastliðin 5 ár þá kemur ekki til hugar þegar þú hugsar hvað hefur batnað á síðastliðin 5 árum. Skólamál orðin verri, félagsleg samskipti orðin verri og ungt fólk í auknum mæli að mælast með kvíða og annað. Samskipti eru að einhverju leyti verri, við höfum erfiðara með gagnrýna hugsun, við höfum erfiðara með ýmis mál. Samfélagi hefur breyst ekki bara til hins betra að ég tel til dæmis að eins og með innflytjendamál í Evrópu það að stjórnmálaöfl séu alfarið að einbeita sér að því, þú sér hvað að gerast í Bretlandi núna, þar sem að Bretar eru að fara að taka í handbremsun á því og það jafnvel sko hefur að gera með verkamannaflokkin sem einhverjum hefði órað fyrir að væri að fara að grípa til slíkrar stefnu, sérstaklega þegar Keir Starmer í rauninni gerði lítið úr hugmyndum íhaldsflokksins fyrir síðustu kosningar einhverja ákveðin Rwanda-dæmi. En sko, nú ertu að bara skauta yfir helling. En stöldum að þessu við, segjum bara til dæmis að því þú nefndir börnin og sko, við getum gripið í hvaða tölfræði sem en við sjáum endalaust á rannsóknum hvað börnin okkar séu glötuð, getum við sagt. Og þau séu að sækja sér eitthvað annarkvæmt klámefni eða séu líklegri til að vera í neyslu eða þau séu að bera hnífa og hvaðina en maður velti sér því fyrir sér sko hvaða úrtak þetta úr hvaða samhengi þetta tekið því að mikið af þessur fyrirsagnir sem að þú ert ekki síðan að skoða í grunninn að voru þetta kannski bara sko
30 manna bekkur og 4 sem eru meira og minna brotin í úrtækinu og leiða til þess að niðurstöðu. Þannig að ég velti því fyrir mig sko, erum við meira í því að rannsaka eitthvað til að fá sláandi niðurstöður og gerum ekki neitt og getum þá að nota þessa niðurstöðu bara í einmitt svona að samfélagið sé að fara til helvítis og hvaðina. Ég bara reyna að skilja þetta Þórarinn sko, ertu með allt á hreinu þegar þú ert að fara inn í þessi mál? Það er mjög góð spurning og ég eins og vorum að ræða áður en ef við byrjum að taka upp þá er ég náttúrulega hnefileika þjálfari þannig að og svo vinn ég líka á sambýli fyrir fatlaða og er í miklum samskiptum líka bæði við lögreglumenn sem að ég hef verið svona með gennum tíðina í bardaíþróttunum og svo er ég líka kemur út af því að vinna á velferðarsviði Reykjavíkurborgar þá getur maður komist í samskipti við fólk sem að vinnur á þessum sviðum í missi félagsþjónustu og annað og svo ræði ég líka bara við iðnaðarmenn sem að ég er bæði að vinna með en maður hittir kannski á förnum vegi. Þannig að mín upplýsingaöflun er ekki alfarið bundin við þessa smellubeiti heldur er þetta eitthvað þar sem ég er að ræða við lögreglumenn og þeir segja að þetta hafi versnað til muna. Ég er að ræða við fólk sem er sinni félagsþjónustu sem segir að þetta hafi versnað til muna. Ég tala mikið við fólk af Suðurnesjunum sem segir að þetta hafi versnað til muna. Þannig að nei, það er ekki en ég skil aftur þetta og það er mjög gott að fá þessa spurningu út af því að það er kannski eitthvað sem að fleiri eru einmitt að íhuga hvort að ég sé einhvern veginn að reyna að augra svona til þess að fá einmitt fleiri klikk eða fá Nei, ég er ekki að reyndar ásaka það. Nei, en það er örugglega einhverjir sem að ímynda sér það sko. Að því að ég held að þessi umræða sé góð og líka umræðan sem þú ert að taka. Mér finnst mjög mikilvægt og mér finnst áhugavert að sjá þig sko vinna út frá þinni hugmyndafræði en þú ert tilbúin að fá alls konar fólk í hlaðvarpið þitt sem er þvert kannski á þína skoðanir. Ég fæ alltaf að heyra það sko að það séu bestu þættinir mínir. Sko, þannig að mér er líka ítt í það. Já, en Þórinn, ég held að þeir séu bestu þættinir einfallega vegna þess að við viljum sjá sko ég hef ekki gaman að þáttum það sem að 3 manneskjur sem eru sömu skoðunar tala sömu skoðunina allan tíman og eru ekkert að ögra hver annar. Ég bara geta það ekki. En þess að það bætir einhver við. Ég fæ ekki nýjar upplýsingar. Ég fæ bara sömu upplýsingar endurtegnar þátt eftir þá. Þannig að þess vegna finnst mér gaman að kalla á þig vegna þess að ég veit að þú hefur gaman að því að svona bæði ég ætla bara að segja ögra en þú átök skemmtilega líka. Já, átök, Þú hefur gaman að þið skapa átök en ég held að sé af einhverju svona sönnum þið langar einhvern veginn að stækka umræðuna og þú ert frjálshyggjumaður eða skilgreinið sem frjálshyggjumann. Já. Útskýrðu það aðeins fyrir mig vegna þess að það eru margir sem að tókast orð í munn og svo veit maður ekki lengur fyrir hvað þau standa. Nei, akkurat, þetta hefur svona verið svona ný frjálshyggja. Ég er stjórnmálafræðingur líka og stjórnsýslufræðingur, ég tók master í stjórnsýslu og pæli mikið í svona stórum kerfum og ég tel sko að það er svo oft sérstaklega núna til dæmis sem dæmi og ég ætla að setja í samhengi við frjálshyggjuna að þegar við erum að sjá gervigreindina þá erum okkur rosalega umhugað það sko hvað við ætlum að gera við þessa tækni og hvernig við ætlum að stýra henni og fleira og ég hallast að því að alltaf þegar hafa komið svona tækninýjungar og þá kemur alltaf upp þessu umræða hvað ætlar ríkið að gera til þess að takast á við þetta og í flestum tilfellum að þá hefur frelsið verið best til þess fallið að takast á við nýjar tækninýjungar mér er mjög umhuga stjórnmál þar sem að ríkisstjórnir sem að eru nauðsyn að einhverju leyti takist á það með stýringu frekar en stjórnun og það er rosalega mikill munur á því að stýra og stjórna. Að stjórna er beint boðvald á meðan stýring er svona að reyna að leiða áfram kannski frekar. Já, í rauninni eins og sért að stýra vatni sem er einhvern veginn að fara í ákveðin farveg og þú ert að reyna að stýra því sem bestan farveg. Frjálshyggjan kemur til bara einfaldlega út af því að ég var náttúrulega mikill vinstrimaður og fór svona eins og ég er alltaf að reyna að kynna mér bestu þekkingu hjá þeim sem eru mér ósammála og eftir ég fór að lesa meira frelsið og hvað var að segja ekki íhaldssemi beint og svo hún hafi ákveðna þræði inn í að
en frjálshyggjuna og ég bara hafði engin svör. Mín hugmyndafræði, þeir sem þá vinstri maður, var ekki betur til þess fallinn til þess að lýsa raunveruleikanum og þar af leiðandi varð ég frjálshyggjumaður þar sem ég tel að frelsið, sérstaklega þá tjáningafrelsi, sem að mér mun meira umhuga heldur en nokkuð annað frelsi, varð, já, það mótaði mig að miklu leyti. En það einhvern veginn stimpill á frjálshyggjumönnum og frjálshyggjunni að henni sé drullu sama fólk sem á minna mega sín og annað. Hvað segir þú það? Nei, ég minna að þú veist það. Er það satt? Nei, að sjálfsögðu ekki. Vandinn kannski við frjálshyggjuna að hún það einstaklingsmiðuð að svona sameiginlegur slagkraftur miklu minni heldur en á vinstri væng stjórnmálana, sérstaklega þegar kemur að því að fleyta svona hugmyndafræðilegum ágreiningi áfram. Samstöðun til dæmis miklu betur kannski til þess fallin að vinna einhverjum samtakamætti og ná fram einhverjum sjónarmiðum en setja það upp sem fjölmiðlun heldur en frjálshyggjumenn sem miklu líklegri til þess að vera einstæðir í hlaðvarpsgeiranum. En nei, það náttúrulega bara kolrangt og frjálshyggjan miklu betur til þess fallin að koma til móts við þarfir þeirra sem að minna mega sín heldur en nokkuð tíman sósíalismi. Hvernig þá? Bara út af því að ef við horfum bara í gegnum söguna, sérstaklega ef við tökum síðastliðin svona 108 ár frá 1917 þegar að svona sósíalísk bylting í Austur-Evrópu hófst með miklum ósköpum. Svo sjáum við Kína og sjáum öll þessi ríki þar sem að fólki lofað gulli og grænum skógum fyrir það eitt að láta bara persónulegt val og persónulegt frelsi alfarið í hendur á einhverjum öðrum sem að mun þá koma til með að nýta þá krafta til þess að gera líf þitt betra. En það ekki bara, var ekki hugsjónin góð en missafnaður stjórnendur eða leiðtogar sem tóku við völdum? Jú, og eins og ég mikill George Orwell maður, þrátt fyrir að hann hafi náttúrulega sagst verið sósíalisti, þá tel ég að hann í svona þeim veruleika sem við erum með í dag, að hann frjálshyggjumaður. Honum var ekki, Christopher Hitchens hefur sagt George Orwell að hann hafi séð í gegnum svona 3 meginströms hugmyndafræði þess tíma sem var sagt fasismi, stalinismi og nasismi. Og þú ert að tala og vísi í Animal Farm. Já, Animal Farm og 1984. 1984 var náttúrulega svona lýsandi dæmi það hvernig svona hugmyndir samtakamátt í formi þess að veita einhverju allríki persónulegt frelsi myndi koma til með að leiða til þess að þú hafir það gott að það náttúrulega bara legasaga. En aftur á móti þegar að fólk hefur haft frelsi til þess að móta sitt umhverfi, móta sitt persónulega líf, að þá hefur það alltaf verið betur til þess fallið að greiða fólki, farveg í það að móta betra líf heldur en einhver boðvaldskeðja allræðis. Þú fæðist í 91 og þannig að þú ert svona unglingur þegar að við erum öll orðin frjálshyggju fólk og elskuðum að eignast peninga og ávaxta þá og við vorum svona á einhverju ákveðinni bylgju sem að mörguleyti var mjög skemmtileg, það var ákveðið frelsi og ég veit ekki hvort þú manst eftir því en bara miðborg Reykjavík var með nektardansstöðum og súludansstöðum á bara til jafns við einhverja bari. Já, ég man eftir þessu. Þú manst eftir þessu. Þannig að það var einhvern veginn eins og svona að allt mætti meira, síðan lendum við í kreppu og upplifun svo að hún sé nokkrum að kenna, einstakling sem fóru bara illa með peninga. Þú hlýtur að skilja af hverju fólk svona með einhvern móral yfir þessu tímabili og sé svona alveg hugsi býtu, þessi frjálshyggja, þessi kapitalismi hann að virka? Já, ég og maður einmitt fær að heyra þetta sko. Ég
hefur mitt pælt mikið í þessu í sambandi við hrunið og náttúrulega áhugavert núna svona sérstaklega í seinni tíð að þá hafa þessir gamlu svona hrunhaukar hérna komið í hlaðvörp og sagt svona þetta var ekkert svona og annað og ég ætla ekki að leggja dóma á það en aftur á móti að þá þegar að, ég veit ekki hvort það sé myndina The Big Short þegar að Lehman bræður falla og sem að veldur straumhvörfum allt hagkerfið sem að svo að endingu kemur til okkar fyririlda áhrif einhver út frá þessum húsa hérna vöndlum og svo erum við með þú veist, Lárus Velding þannig hvað var hann ekki kornungur bankastjóri og svo erum við með hérna bónus hérna feðgana við erum með hérna Lýðssinina sem ég man aldrei hvað heita Bakaverar, Ágúst og Guðmundur akkurat og ég kann ekki að rekja ég las Kaupþenging hérna eftir Þórð Snæ fyrir einhverjum árum reyndar síðan og ég kann ekki að rekja þessu nákvæmlega aftur á móti þegar ég horfi til Lehman bræðrana þá veit ég það að sú kreppa sem hefur einmitt verið máluð upp sem kreppa frjálshyggjunar var aðalega bundin við það þegar að undirmálslán voru endurmetin í gegnum Fannie Mae og Freddie Mac í Bandaríkjunum til þess einmitt og þeirri hugmyndafræði það að húsnæði ætti að vera mannúðarsjónarmið eða mannúðarmál það að segja að rétturinn til húsnæðis væru mannréttindi þessi hugmyndafræði náttúrulega kolfjall þannig í hruninu þegar að þessi hugmynd en var það ekki líka að það var bara ekkert virði á bakvið menn voru farnir að bara setja saman alls konar eignir ónýtar eignir ásamt nýju í vöndla sem að síðan ekkert stóð á bakvið það var ekki gull á bakvið þetta eins og hérna í gamla daga það var ekkert í rauninni Nei og svo sérðu með Íbúðalánasjóð og Framsóknarflokkurinn keyrir áfram á 90% lánum sem við erum reyndar að fara að endurtaka núna sami flokkur og vildi hérna gera Ísland fíkniefnalaust og mannaði heimt úr stóru lausnirnar en hins vegar náttúrulega þetta þegar þú ert farin að handstýra öllu samhliða því að vera með peningaprentun að þá ertu alltaf að fara að skapa þannig aðstæður að óskynsamlegar ákvarðanir verða skynsamlegar og út af því að mér finnst gaman að pæla í stórum kerfum að það var með mér mjög umhuga það þegar að samfélög leita í þetta að óskynsamleg hegðun verður skynsamleg hún normaliserir og þetta náttúrulega ástæðan fyrir því með þess að húsnæðismarkaðurinn hérna hefur komist til svolítið ógangur þetta að þegar við erum með aukna peningaprentun á bakvið minni verðmæti eða mikið af verðmætum að þá mun það óumflýjanlega leiða til verðbólgu og að sami hluturinn mun kosta meira á morgun heldur en að gerði í gær og í dag þetta grunnþátturinn í þessari frjálshyggju að þú eigir að taka ábyrgð á sjálfum þér það eins og með stjórnmálamenn almennt að þegar þú ert með stór kerfi að þá alltaf best og þú þekkir þetta hafandi verið á stórum miðli að ef þú ætlar að takast á við eitthvað stórt vandamál að þá í flestum tilvikum þarftu að breyta einum hlut og þá fara aðrar einingar að haga sér öðruvísi hins vegar eru stjórnmálamenn alltaf við því að segja hérna ég ætla að bjarga ykkur með hérna risa húsnæðispakka sem við erum að fara að byggja þarna við ætlum að breyta lánafyrirkomulaginu við ætlum að láta það eftir hérna fólki að það var það húsnæði sem að fólk keypti í einkaeigu út af því að við ætlum að hækka á það skatta og hækka á það skatta á leigunni og hérna auka skattinnheimtu á fjármagnstekjur ef þú selur eign sem þú keyptir þá ertu búin að riðla í raun öllum forsendum á því hvað ákvarðanir fólk tekur Þannig að stjórnmálamenn eru bara sölumenn hugmynda en gera sér ekki grein fyrir áhrifum ákvarðanna Stjórnmálamenn þurfa bara að hugsa það að vera kosnir aftur eftir 4 ár og ef þeir skapa vandamál sem kannski ekki alveg hægt að bendla við þá að þá það kannski bara ágætt að vandamáli verði áfram til staðar tökur til með Sjálfstæðisflokkinn og hérna það að setja áfengi í búðir að verstað fyrir Sjálfstæðisflokkinn var náttúrulega ef að ÁTVR væri lagt niður og þá eru þeir ekki með það en það á stefnuskránni Þannig að það bara verið að viðhalda vandamáli og
og þannig kannski flokkur eins og sjálfstæðisflokkurinn sem nokkuð búin að vera í völd í 30 ár samfleytt ég maður rétt fram að síðasta ári að það ekki hruninu náttúrulega nei, það var þarna eitt smá tímabil 3 ár eða hvað það en þá veltum maður fyrir sér sko ertu að segja í rauninni að þau töluðu allt þetta breytingar á átvr, RÚV, einfalda lækka skatta minnka kerfið minnka yfirbygginguna að þetta hafi verið sko meira til að tala það en þau vildu helst ekki framkvæða vegna þess að það höfðu mist erindi Ég er ekki endilega að segja það. Þú ert að segja það? Já, nei, ég er ekki endilega að segja það því að sko, þeir eru náttúrulega þannig með framsókn í ríkisstjórnarsambandi og ég get ekki hort í baksýnisspegilinn og sagt sjálfstæðisflokkurinn ef við erum að reyna meirihluta svolítið svona eins og þegar Inga Sæland kemur fram og segir nei, það er ekki 450.000 krónur skatta á skerðingarlaust út af því ég fekk ekki hreinan meirihluta. Já. Svolítið þannig, þú veist að það væri verra fyrir þá að þetta myndi hverfa braut ef þeir væru með hreinan meirihluta. Hins vegar veit ég ekki hvort að þeir myndu ekki þurfa að standa við það loforð ef að það í rauninni ef að aðstæður myndu bjóða upp á. Þannig að þar liggur efinn og þú þetta sá efanum. Ég bókstaflega veit það ekki út af því að sko náttúrulega Vinstri grænir og Framsóknarflokkurinn í síðasta ríkisstjórnarsambandi sem að varði í 7 ár. Þeir náttúrulega hefðu ekki verið hrifnir að því að leggja átvr niður. Segðu mér eitt. Já. Með þig sjálfan. Þú skrifaði bæði mastersritgerð heilbrigðismál eða svona lausnir í bara hreinlega á Landspítalanum. Langar þig sjálfan að fara bara út í pólitík? Nei. Sko, þú hefur sagt að þú viljir ekki vera fjölmiðill. Ég er ekki fjölmiðill. Þið langar ekki... Nei, ok. Ég er í stjórnmálum. Já, ok. Langar þig formleg stjórnmál? Nei. Áttu heim í einhverjum flokki? Nei. Ertu svona villurándu söður eins og ég? Ég sko... Þú veist að ég hef skilað auðu í 30 ára. Ætlar þú að fara að slá það með eða? Nei, ég skil ekki auðu sko. Ok. En mér finnst ekkert... Ég þarf ekki svör við öllum spurningum. Nei, ég veit það. En langar alltaf... þig sjálfan að vera meiri þáttakandi í pólitíkinni eða viltu vera þessi þáttakandi eins og þetta núna? Mér finnst ég frábær á þessari Já, ég er algjörlega sammála. En við erum alltaf að reyna að finna sko nýjan stað fyrir fólk sérstaklega fólk sem hefur rödd og skoðun og hefur sjálfstraust til þess að koma með það. Já. Langar þig? Nei, ég er ekki hrifinn að því sko. Sko ef við tökum bara orðið flokk. Hvað þýðir það á ensku? Það að vera Party? Nei, flokk þýðir í rauninni að vera hluti af kindahjörð. Já. Ég er ekki hrifinn af því að vera hluti af kindahjörð. Ok, en mér finnst að einhverju leyti erum við sammála. Já, en þegar þú ert komin í flokk að þá þarftu að í rauninni verða samofin stjórnmálaafli sem að þú í grunninn ert sammála stefnunni en takmarkast óumflýjanlega gagnvart ákveðnum hugmyndum. Það er að segja að þú ert með hugmyndinu sem er algjörlega á skjön að þá þarft þú svolítið að meta sjálfur hvort að þessi slagur sé, þessu virði að taka ef þú ætlar að fórna öllum öðrum sjónarmiðum. Og þetta er ekki staða sem að mér hugnast mjög vel í dag. Ég man eftir því að það var mjög oft sem að ég tók viðtal við stjórnmálamenn sem voru að takast á við mjög erfitt mál og maður spurði, ertu í hjartaðinu? Ekki inn í þættinum. Ég spurði enda orðið inn í þættinu, ég fekk öðruvísi svör. En til dæmis í sminkinu á undan, þá sagði, nei, ég verð bara að taka annars slag. Sko. Og þá byrjaðu þessar tilfinningar hjá mér að koma upp, hvernig er þetta hægt? Hvernig er hægt að vera í stjórnmálahreyfingu þar sem að og meira þess að þú ert að fara inn á vígvöllin að tala eitthvað sem að er sko algjörlega þvert gegn þínum prinsipum. Já, nei, þetta bara hugnast mér ekki, en ég álása fólki þetta ekki í sjálfu sér, sko. Það eru margir sem eru
svona pirraðir yfir þessu oft þegar að stjórnmálamenn þú sagðir þetta í síðustu viku og nú þetta sumir náttúrulega ganga töluvert lengra í þessu við sjáum til dæmis núna bara með ríkisstjórnarsamband Flokksfólksins þar sem að þeir tóku mjög stórt upp í sig fyrir kosningar og þegar það núna rifjað upp að þá hljómar það mjög sérkennilega svo maður hérna en þau notaðu áfram að þau eru litli flokkurinn í samstarfinu og getur ekki komið öllu í gegn. Ég að tala að stjórnarskrárbrot sem að þeir eru svo allt innu núna að tala fyrir sko. en sko bara svo ég haldi áfram með hérna pólitíkina sko mér þegar að ég svona reyndi einhvern veginn að finna einhvern flokk sem að mér langaði að líða vel með og svo bara gerðist aldrei. Ég náði ekki einhvern veginn að vera meira fara yfir 50% í að samþykja, en ég gat alveg róta saman hugmyndum frá mörgum einhvern veginn og búin svo nánast til minn eigin flokk. Heldur að bara mikið af fólki í dag, sérstaklega kannski yngra fólki, sé orðið nákvæmlega svona, að það sé ekki að tengja við stjórnmálaflokk í dag? Já, ég held að það sé að einhverju leyti. Og hvað liggur veikleikin hjá flokkunum þá? Þetta er bara mjög góð spurning sko. Hún er kannski aðeins svo stór sko. Ég gerir mér ekki fyllilega grein fyrir því. Er það að reyna að gera of mikið fyrir of marga? Er það að reyna einhvern veginn að sko, ég velt fyrir mér, svo ég bara aðeins nefni það er 20% flokkar sem eru sko, er að reyna að ná til 90% landsmanna í staðin fyrir að reyna bara að vinna með 20% sín og fá sem sagt, og mestarlega fara upp í 25%. En þegar þú einhvern veginn alltaf að reyna að sætta alla, allstaðar, virkar það nokkuð tíman? Og sko, það veikleikin að einhverju leyti? Það náttúrulega hefur breyst, sko Edmund Burke talaði að þú ert með annars vegar umboðsmann og hérna, það var umboðsaðili eða forsvarsmaður. Og umboðsaðili sem sagt sá sem að þú veitir umboð til þess að taka sem bestar ákvarðanir sem að þú telur vera hverju sinni. Það er að segja að kjósandinn sé svolítið svona aftengdur ákvarðanatökunni en hann aftur þau treystir hinum. Forsvarsaðili þá ertu meira í sko því að koma með þessi sjónarmið sem að kjósandinn með. Og það sem að breyttist sérstaklega þegar að Bill Clinton kom til sögunar var að við vorum að leitast eftir stjórnmálamönnum sem við vildum fá okkur bjór með. Þú vildir stjórnmálamann sem þú gast tengt við, sem þú svona persónulega vildir vera í svona slagtogi með, hann kemur þarna á eftir Bush. Þetta er eitthvað sem að smitast rosalega mikið yfir til okkar. Davíð Oddsson var svona skemmtilegu maður en fólk... Briskur eða með veikleika sem að við sættum okkur við. En fólk treyst honum. Það sem að kemur svo í kjölfarið er náttúrulega bara svona svolítil öðruvísi stemming. Hún náttúrulega kemur þarna hrunið og núna vill fólk miklu frekar fá stjórnmálamann sem er að fara að taka ákvarðanir sem að það sjálft vill. Það er að segja að ég þarf að finna stjórnmálamann sem er sammála mér og hann sé í rauninni framlenging af mér. Hann gerir eitthvað sem að ég þori ekki að gera, sé ekki meðvirkur eða eitthvað slíkt, hann taki bara kaldar ákvarðanir, afgerandi ákvarðanir. Ég treysti ekki hans ákvarðanum, en ég treysti því að hann sé að fara að taka mínar ákvarðanir. Já, ég skil. Og þetta er vandi stjórnmálana í dag, út af því að stjórnmálamenn eru miklu frekar í því að leita til dæmis í skoðanakannanir, sem ég veit að þið til dæmis í bakherberginu voruð alltaf ofta að grúska í og pæla svona með þú Andrés að pæla í svona hvað áhrif þetta kemur til með að hafa. Stjórnmálamenn pæla miklu meira í þessu frekar heldur en að vera með einhverja stefnu. Kristrún Frostadóttir er aðeins öðruvísi en þetta. Hún til dæmis tók mikinn séns þegar hún breytti útlendingastefnunni hjá mér á sínum tíma út af því að hún vissi í rauninni ekkert hvaða áhrif þetta myndi koma til með að hafa. Kom í ljós náttúrulega að þetta var miklu betra. Aðrir stjórnmálamenn eru ekki að mínum mati búnir að gera sér alveg grein fyrir þessum breytingum sem ég til að hafa orðið í stjórnmálunum að við erum aftur komin svolítið í það að við erum stjórnmálamenn sem að taka festu. Sigurður Ingi er pínulítið þannig þótt að Framsóknarflokkurinn í heild sinni hefur ekki tekist að gera þetta almennilega en ég held að fólk sem meira að leitast í stjórnmálamenn sem taka góðar ákvarðanir frekar heldur en að stjórnmálamenn séu að taka sínar ákvarðanir. En getur verið líka að stjórnmálamenn séu bara þarna að fikta í allt of mörgum málum? Já, sem er hluta þessu.
og því að það kemur einhver til þín og segir hérna að ég má áhyggjur af þessu og þá kemur stjórnmálum, ég líka ég er líka með svakalega áhyggjur af þessu hvað vill að ég geri og ég skal gera það og þetta er kannski orðin haugur af smámálum sem að leysast með einhverjum hætti bara í samfélagi fólks ég tek ég til dæmis að sko borgarfulltrúar vita einhverja ljósastýringu í einhverju hverfi í Reykjavík og að rökræða það og þegar borgarstjóri komin inn í einhver smámál að hugsa maður hver eiginlega að hugsa langtímasýnina og stóru málin og leyfa bara þá öðrum sem að vinna í verkefni að klára þessi ljósamáli eða þrengingu gatna eða eitthvað slíkt og hvað þá hugsa maður ok, er þetta einhvers konar stjórnarvandi, er þetta misskilið hlutverk stjórnmálamanns á hann að vera bara þvælast í öllu eða viljum við aðra tegund af stjórnmálamenn? Ég held að það sé mikið svigrúm fyrir stjórnmálamenn eins og Kristrúnu á hægri væng stjórnmálana sem einmitt ekki að leitast eftir því að vera einhvern veginn vinsæll hverju sinni og sér til dæmis núna hafa menningamálin við rosalega mikið í öllum miðlum og ég hef náttúrulega talað mikið þetta, Snorri Másson hefur verið svolítið miðpunktur í þeirri deglu allri og sér að Kristó Frosta hún bara með enga afstöðis ég hérna í stórum málunum þið megi vera hérna að pæli hvort að transkonur geti verið í búningsklefanum, ég ætla að vera hérna í styrra landinu og vonandi heldur hún þessu strykja fram að einbetta sér einmitt á stórum málunum og fara ekki í þennan svona hvað við segja, það eru bara haugur að drullupollum út allt sem alveg auðveldlega hægt að fara að hoppa í en heldur hún á að halda þessu? Það spurning bara, ég veit það ekki sko ég hef það fer svo litið eftir í hvað gerist á hægri vagnum flokkurinn hennar er sko alls konar og þau eru alveg viðkvæm fyrir því að Samfylkingin sé farin að færast meira til hægri heldur en þau hérna vildu helst sjá hann en þú sér líka að það er mjög mikið af fólki inn í Samfylkingunni sem er sko svona þokkalega mikið til vinstri og einhvers staðar á miðju en getum við ekki sagt að Kristrún sé mesta hægri mannskja Samfylkingar? Jú, ég held það og ég meina mér minnir að Þórður Snær hafi nú bara sagt í viðtali hjá mér að einmitt bara sko við skulum bara ekkert vera að tala þessar búðir öðruvísi svona kallaða bara fangabúðir bara hættum að búa til einhver nýheiti yfir þetta en svo þetta núna orðið einhverjar aðra búðir sko já og orðið með hinn besta lausn bara við erum líka skuldbundin sko samkvæmt einhverjum samningum en við sjáum samt sem áður það eru stjórnmálamenn sem hafa stíð upp í þessar ríkisstjórn sem að dómsmálaráðherra virðist vera frekar afgerandi að taka á ákveðnum málum og jafnvel taka ákveðnir sem að sko fyrri dómsmálaráðherra hafa verið útrópaði fyrir snýst þetta þá bara allt hver segir hlutina og framkvæmið á frekar en sko hugmyndin sjálf eða framkvæmið sko ég líka út af því að við vorum að ræða þetta í byrjun að takast á við erfið mál mér er búið að finna þetta svakalega fyrirsjáanlegt ég gerði þátt fyrir 1,5 ári núna sem að hét framtíðin hægri sinnuð þar sem að ég fór yfir þessi mál að útlendingamálin og önnur menningamál og réttrúnaðurinn og ákveðin mál myndu koma til með að valda því að, og ég sagði þetta nú líka í pallborðinu að vísi, ég sagði Vinstri grænir, Píratar og Sósíalistaflokkurinn muni ekki ná inn og það fannst öllum þetta bara vera fáránleg pæling að þessir flokkar enginn að þeim myndu komast inn á þing sérstaklega Vinstri græn kannski sérstaklega Vinstri græn alltaf og þó ég veit ekki, þeir voru náttúrulega tóku svo mikinn toll vinstri menn eru oft svona, hvað ég segja, rægir við að fyrirgefa þannig að allavega það þótti skrítið að hinnir tveir myndu allavega ekki komast inn og líka Vinstri græn mér hefur þótt þetta bara vera óumflýjanleiki út af því sem ég var að tala áðan útlendingamálin eru risastór póstur í öllu sem við kemur stjórnmálum í Evrópu það er risastór póstur í öllu sem við kemur í stjórnmálum vestanhafs í Bandaríkjunum ég veit ekki hvernig fólk getur fengið það út að það muni ekki leiða til þess að hafa áhrif hér á landi það getur enginn sagt með hvað efnahagsstefna Nigel Farage hann er með eitt mál 30% Breta í 2 flokka kerfi þetta er ótrúlega mál erum við alveg vissum að við séum
samt búin að við séum með réttar upplýsingar akkurat þarna vegna þess að maður sér alls konar gögn sem segja okkur að við séum með ákveðin hóp frá Úkraínu sem að við erum svona flest sátt við með aðstæður en svo kemur þarna hópu frá Venezuela sem að á vakt Sjálfstæðisflokksins meðal annars og einhvern veginn að við séum búin að nota einhver svona yfirheiti þegar það hentar okkur að annarkvort bara haugur af pólitískum flóttamönnum sem koma úr einhverju skipulögum glæpasamtökum eða þá að þetta heiðarlegasta fólk í heimi sem að streymir hingað inn. Þú veist, allir gangur að því. Já, en þá segi ég það hljóta að vera til tölur og gögn sem segja okkur bara nákvæmlega hvaðan fólk kemur, hvers vegna það kemur og hvernig það að fungera í samfélaginu. Er það ekki bara þær upplýsingar sem við skuldum samfélaginu í staðin fyrir að búa til fætingin ef að máli liggur bara borðleggjandi fyrir? Þetta mjög skemmtileg umræða út af því að það nertu í rauninni að blanda tveimur saman sem ég til að við ættum oft á tíðum að gera en aftur á móti ekki alveg raunhæft að gera. Og það hinn pólitíski veruleiki og svo einmitt eins og þú nefnir svona tölfræðilegi sannleikur. En hver munurinn á staðreyndum og pólitískum veruleika? Það mikill munur. Út af því að til dæmis þegar ég var að ræða við áðan breytingar á samfélaginu þegar maður tala við fólki á Ásbrú eða á Reykjanesi að þá upplifa þau bara stórkostlega breytingar á sínu samfélagi. Ég get alveg slegið það í hausinn alls konar tölfræði það raunveruleikin sem að þau eru kannski upplifa sé ekki alveg yfirfæranlegur á raunveruleika svona, hvað við segja, við tökum allan Reykjanesskagann. Það ekki alveg svona á öllum Reykjanesskaganum og þar af leiðandi ætti þú að hafa minni áhyggjur af þessu. Það breytir því ekki að fólk hefur ákveðna upplifun af þessum málum. En upplifun, bara það til dæmis, ég bý downtown Reykjavík. Það eru margir sem tala Reykjavík sem borg óttans og þetta sé alveg hræðilega hættulegu staður og hér sé mikið af drykkjumönnum og kolrugluðu fólki og hér ólíu upp barn sem að hljóp í skólan og fólk hugsaði með sig hvernig fylgjurinn ekki, keyrir ekki barnið. Það hægt að skapa ólíka upplifun, skapa hræðslu. Það mjög auðvelt, þú veist það. Þess vegna ég að segja, getum við fært okkur aðeins meiri yfir staðurinn? Já, þetta bara, en þetta eins og ég segi, ég held að þetta sé ennþá tvíþætt út af því að einhverju leyti, svona eins og í morgun, að þá birtist mynd af mönnum frá, að svo virðist, og samkvæmt upplýsingum, frá Palestínu, sem eru svona, hvað var það að segja, fagna, með einhverju skotvopna hana. Skotvopni, vélbyssur, fjöndan, já. Sem voru, reyndu að koma á daginn, voru ekki vélbyssur, heldur einhvers konar eftirlíkingar. Svolítið eins og með þetta, það skiptir engu máli, ég alveg sammálaðir að sjálfsögðu að nota tölulega staðreyndir til þess að tala þessi mál. En ég mér samt ekki að vera reiður út í afstöðu fólks. Við sjáum til dæmis eins og í Bandaríkjunum, þar sem ég bjó, að þá þótti mér mjög fyrirsjáanlegt að Trump myndi koma til með að vinna seinna kjörtímabilið út af því ég fór til Boston, ég fór til Pennsylvania og ég hafði reyndar aldrei áður komið til Pennsylvania en ég fór til Boston og ég tók bara eftir áþreifanlegum breytingum á öllu sem viðkom samfélaginu. Það var meiri tortryggni, fólki leið verr og fleira. Og ég fór á kosningum með Trump. Hann sagði, líður ykkur betur heldur en ykkur gerði fyrir 4 árum? Svaraði við því var nei. Svo kom Biden og sagði nei, hagvöxtur meiri. Og það því ykkur líður raunverulega betur út af því að það eru þessar tölfræðilegu staðreyndir sem við eigum að beita til að tala pólitíska raunveruleika. En þarna ertu að gera þau mistök að þú ert að segja við fólk bara að þið líður ekki eins og þið líður og þú ert ekki að sjá það sem þú ert að sjá. Fólk tekur eftir breytingum í miðbæ Reykjavíkur sem allt öðruvísi heldur en það var fyrir örfáum árum. Þar sem að það arabíska töluð á Ingólfstorgi og það eru menn að hlaupa í alls konar erindagjörðum og ég hef talað þetta ég hef sagt að þetta eitthvað skrítið og svo núna koma skýrslaðar sem að skipulegum glæpahópum hafa tvöfaldast. Finnst þið ég texta þáttinn? Ég veit ekki. Á ólík tungumál. Já, nákvæmlega.
Nei, og ég meina þetta eru bara staðreyndir og ég held að við getum alveg sagt við fólk ég meina í flestum tilvikum þetta í góðu og þetta allt í góðu en aftur á móti ef við erum að hatast út í skoðanir fólks að þá erum við í rauninni að búa til svigrúm fyrir stjórnmálaleikanda eins og Trump. Ég reyndar hjartanlega sammálaður í því að við eigum ekki að segja fólki hvernig því á að líða með við tölur eða staðreyndir og það eins og umræðan oft núna að því við erum að fara í pólitískan vetur í sveitarstjórnum og borginni að það svona verið að segja okkur að við eigum að vera sátt með til dæmis þessa stefnu í húsnæðismálum og þetta sé alltaf koma og en má ég skjóta líka inn í út af því að þú sagðir einmitt með texta í djóki og ég skil alveg brandarann en ég samt í þessum málum ég með hælisleitendur hjá mér sem og það flókið að taka á móti fólki eða ungum strákum sem eru hælisleitendur þeir eru að takast á við öðruvísi veruleika hvort sem að það samfélagi sem að þeir eru að koma frá eða samfélagi sem þeir eru að koma í sem að tekur á móti þeim á ákveðin máta en ég hef bara mikla reynslu ég var líka dyravörður, ég hef bara mikla reynslu af því að vera að díla við ýmis mál sem að koma við hælisleitendum ég tala mjög opinskátt þetta og ég ekki feiminn við að tala staðreyndir segðu mér aðeins, hvaðan kemur svo reynsla? Hnefaleikunum þetta eru strákar sem ég að þjálfa hnefaleikum og ég fer líka niður á Ingólfstorg og spjalla við strákar sem eru frá Palestínu en svo þegar maður til og ég tala það samkynhneigð og ég tala við þá bara hvernig þeir sjá lífið og tilveruna og svo segi ég frá því og þá kemur fólk nei þetta náttúrulega bara eitthvað hatur og ofta tíðum fólk sem hefur enga reynslu af þessum málum fyrir utan það kannski að hafa kvartað undan því að hafa ekki fengið grenndarkynningu þegar einhverjir aðilar ætla að fara að búa hliðina þeim þannig að ég veit ekki af hverju þetta fólk sem alltaf að skammast í því þú talar 101, þú veist, ég veit alveg á Kaffi Vest þetta ekki vandamál en hins vegar þegar við erum að tala hennar raunveruleika og eins og segi, fólk sem að kvartar bara yfir þessum málum þegar það kemur að því að það sé ekki grenndarkynning þegar nokkrir tugir ætla að búa hliðina þeim það hefur að mínum að ekki atkvæði sér inn í þessu umræðu þegar það hefur enga reynslu af því að vera að díla við þessi mál færðu hælisleitendur til þín að því að þú ert að þjálfa box ef að það hefur ekki komið fram eru margir sem eru að koma til þín að æfa? Já, það það einhver bara samningur eða þetta bara að því að þeir vilja þetta eða æfðu áður eða höfðu bakgrunn það allur gangur að því það allur gangur að því einhverjir ég fengi skilabóð frá svona félagsþjónustu þar sem þeir hafa vilja koma með svona aðila og kenna þeim og eins og að takast á með einhver aðstæður hefur önnur svona félagsleg úrræði sem hafa líka haft samband við mig ég hef haft kynningar á stöðlum þar sem ég að ræða við ungmenni þessi mál og spjalla við þeim á beldi og annað En hvernig metur það? Því að nú maður getur bara sagt að þú sett bara maður á gólfinu í þessum aðstæðum og einhverjir besserwisserar sem að búa einhvers staðar langt í burtu en eru síðan hafa mikla skoðanir á öllum þessum málum eru áhyggjurnar bundnar við að bara heyra og hlusta hvernig þessu fólki líður eða hvernig þau upplifa veröldina ég veit ekki hvort það séu áhyggjur ég bara horfist í augu við raunveruleikann eins og hann ég hef ferðast mikið ég hef verið með á Suður-Indlandi það var maður með mikið af múslimum á Indlandi og ég meina það bara önnur sjónarmið og þetta eru sjónarmið sem að við erum ekkert feimin við að gagnrýna ég meina það koma innslög á RÚV hvernig réttindum kvenna háttað og hvernig þau eru að breytast ég myndi langar að segja mánaðarlega þar sem að rætt það hvernig talibanar eru að takast á við mismunandi aðstæður En hefur áhyggjur að þessi hugmyndafræði sem að við höfnum sé að koma hingað? Ég meina óumflýjanlega ef við erum að fá fólk frá þessum löndum En í hversu miklu mæli? Það bara allur gangur á því Ef við ætlum ekki að loka bara landamærum og taka ekki lengur á móti fólki ef við ætlum áfram að gera það hvernig myndirðu vilja taka þá á móti því og svona að passa allavega upp á
aðilar sem að hafa brotið á réttindum í einhverju landi sé ekki að gera það hér. Mér finnst þetta, sko, þannig erum við komin aftur í það sem að mér finnst og svona pólitíska raunveruleika. Ef við byrjum á það sem að mér finnst, þá veist mér bara að við ættum að loka hælisleitendakerfinu núna og að loka á allar bætur og fólk má vera hérna sjálfsögðu sem við höfum boðið velkomið en ef það brýtur af sér þá þarf að fara á landi. Er þetta ekki aldrei afgerandi? Að því að nú er komin í sko frjálshyggjumaður sjálfur í eitthvað að banna eitthvað. Og mér finnst kannski það... Að banna hvað? Að stoppa til dæmis bara að fólk komi hingað til Íslands. Ég myndi sko, en við höfum í rauninni eins og Kristrún sagði á sínum tíma, þá höfum við val á milli þess að vera með velferðarkerfi eða með opin landamæri. Já, en sko, þetta alltaf sett í einhver svona afgerandi hluti, annarkvort eða, en nú ég að tala um frjálshyggjumannin sem að í rauninni vill leyfa sem flest og að bara markaðurinn leysi málin, þá veltum maður fyrir sér, getum við ekki leyst þetta án þess að búa til bann við einhver eða stoppa eitthvað, getum við ekki unnið með það að fólk komi til Íslands en að það lagi sig að samfélaginu og við lögum okkur að þeim. Sko, að einhverju leyti... Er þetta bara annarkvort eða? Sko, í fyrsta lagi náttúrulega út af því ég talaði um þessum tvíþætt, þá er það bara pólitískur óumflýjanleiki að hælisleitendakerfinu verður lokað og að þessi ákvæði sem ég var að tala um, það verður gert. Þú veist, það er pólitíkin, en svo er eitthvað annað sem þér finnst. Já, það er hins vegar bara hvort að mér finnst að hvernig við ættum að takast á við þetta. Ég meina, félagsleg tortryggni eykst eftir því sem þú færð fleiri ólíka hópa. Robert Putnam hefur náttúrulega skrifað mikið þetta og Paul Collier skrifað líka bók sem heitir Exodus sem er einmitt sá aðili sem hefur verið að ráðleggja dönsku ríkisstjórninni hjá Mette Frederiksen sem þau eru náttúrulega gangið til kosninga í dag þegar við erum að taka þetta upp. Þeir hafa skrifað og rannsakað þetta mjög að ef þú færð þess að tvíþætt ef þú ert með mikla gjá, menningarlega gjá, það er að segja mikill menningarmunur og að það sé mikill fjöldi fólks. Mikill fjöldi fólks með tiltölulega lítinn menningarmun, það er alveg hægt að í rauninni að redda því. Ef það er mikil menningargjá en lítill hópur, að þá er þetta að redda því líka. Hins vegar ef þú ert með þessa tvo þætti, þar sem er mikil menningargjá og mikill fjöldi, að þá leiðir það til félagslegs niðurbrots. Þar sem að fólk innan hópa er með meiri tortryggni gagnvart náunganum. Það er að segja að ég og þú jafnvel væri með meiri tortryggni gagnvart hvor öðrum ef það kæmu stórir hópar með mikla menningargjá. Þannig að sko en ég er kannski að reyna með þér að finna einhverja lausn eða leið til þess að fara ekki annarkvort eða og til dæmis það að það væri gjá milli okkar og við höfum þess hvort í annan og mér finnst þú nefnilega vera að gera þetta svo vel bara með hlaðvarpinu að taka einstaklingar sem eru ólíkir þér og með ólíkar hugmyndir en þú er einhvern veginn að finna samtalið og svona bjóð upp á einhvern gagnkvæma skilning og þess vegna ég kannski að reyna að fara aðeins út fyrir hugmyndafræði þíns hlaðvarps og segja getum við notað þá aðferðafræði betur með því að hingað komi fólk að því við getum ekki bara treyst á barnsfæðingar Íslendinga sko við þurfum að treysta á innflutningu fólki. Já, það er þetta er áhugavert sko því að þetta er nú bókahlaðvarp. Þá er önnur frábær bók sem heitir Conflict of Visions sem er skrifuð af frjálshyggjumanninu, ég með þess að með hann hendinni, Thomas Sowell sem er minn maður. Og hann skrifar bók sem heitir Conflict of Visions þar sem að hann telur að stjórnmál hafi færst í þessa átt þar sem að þú ert með tölulega staðreyndir, og það vorum að tala um áðan, að ef það er tölulega staðreind að mikil menningargjá og stórir hópar valda félagslegu niðurbroti að þá getum við í rauninni verið með alls konar hugmyndir um það hvernig við myndum vilja að þetta væri. Þetta er aftur á móti eitthvað sem að er nánast með 100% svo ég fá að sletta accuracy, það er að segja þetta gerist alltaf ef þú tekur mikið á hópum sem eru með mikla menningargjá að þá leiðir það alltaf til átaka. Já, það eru of stórir hópar en við ætlum ekki samt að loka það? Nei, sko hver er þá leiðin? Ég held að leiðin væri bara að
enginn geti komið hingað og þegið bætur. Ég held að það væri Ok, það fyrsta skrefið. langbesta skref og þá þyrftum við raun ekki að hafa áhyggjur af þessu. Ok, þannig að þú kemur ekki hingað öðru sem að eiga eitthvað erindi annað en að verða bóta því. Já, En hvað með fólk úr stríðsátökum? já, það Á það að gilda það sama? já, ég tel það. En ég veit viljum að við það er ekki vera erfitt einhvern veginn partur af því að hjálpa, segjum bara að það veri ráðast inn í Færeyjar, myndum við ekki taka við Færeyingum sem á flótta? Hann ertu að Ég veit það, ég er kvingslegur, sko. Nei, þannig ertu að gefa mér alli upp í Slam Dunk Já. svo ég fá sletta Ok, í frjálsíkjuna. já, frábært. Út af því að það að verða bóta þig getur ekki sjálfkrafa verið jákvætt. Ég held að það sé einmitt eitthvað sem að ef við værum að veita fólki getu til þess að standa sig í starfi og annað, að þá er það miklu... Já, þú myndir ekki segja við flýjandi Færeyinga sko, þú verður bara að koma og fungera. Já, en ég er bara stórskattaður stríðsátökum. Þú myndir nú gefa þeim einhver aðlögun og einhver fjárhagslegan stuðning. Ég held að það væri best að fá það til að fá vinnu, sko. Ég alveg tala. Ég veit að þetta hljómar kaldreifið og eitthvað, en ég tel að það væri miklu betra að veita þeim strax vinnu, strax erindi, strax tilgang frekar heldur en að veita bætur strax. Ég tel, jú, við getum haft eitthvað húsnæði. Aðlögunarkerfi. Já, mögulega, þú veist, í 1,5 mánuð kannski. Þú ert svo næs. Ég er svo næs, en ég meina, ég bara tel, það var nú einhver En þú vilt hafa þetta alltaf skýrt og afgerandi. Já, ég meina, ég held að engum hafi verið vorkennt til velmegunar. Nei. Ég held að við höfum aldrei séð þá að mannesku sem að var vorkennt nægilega mikið. Nei. Og að hún fór að standa sig betur. Ég held að... En það er líka margir ríkir einstaklingar sem hafa hreinlega brotist í fátæktar af því að þeir skamma sín fyrir að vera ríkir. Já, svo getur það örugglega líka verið hluti af þessu, sko. Nei, ég tel að frelsið sé þarna bestiðis fall til að taka... Er ekkert sem þú vilt banna? Það er fátt. Viltu banna síma í skólum? Viltu... Já, það er náttúrulega börn. Það er hvernig... Þetta, Af hverju þetta skil ég ekki til dæmis. Þórhallur. Nei, þetta skil ég ekki. Börn eru svo vitlaus. Maðurinn sem að vill frelsi en svo vill hann svona banna þetta og þetta. Mér finnst þetta bara ekki ganga upp. Að ég sjálfur vil ekki banna síma í skóla. Þetta er svo, jú, að sjálfsögðu vilt það. Þú bara veist það ekki ennþá. Nei, ég trúi því bara að þetta séu góð tæki til að nota við réttar aðstæður og þau séu bara sett hann í skóla. Kennari og skóli ætti nú bara geta verið fær að nota þessi tæki. Sko, við erum að verða samkvæmt tölulega gögnum Jonathan Haidt, þá er greindafélstala minnkað 10% með hverja kynslóð. Sko, en það er ekki símarnir. Það hefur verið svo ótrúlega fyndið að fylgjast með fólki reyndar á þínum aldri sem að hefur verið að segja við ungt fólk og við aðra við erum að hlusta á börnin. Svo lærðu bara. Það hefur aldrei verið til svo atburðarás þar sem að við hugsaum heyrðu, er ekki einhverjum svona hópur 18 ára krakkaskíta sem geta komið og tekið betri ákvörðun en við? Aldrei, það hugsar aldrei neitt, þú hugsar ekki. Ég ætla að vera sammálaður. Ég ætla að vera sammálaður þarna. Ég var að segja þér að þú ert að vera sammálaður. Þarna, en ég er ekki í banninu. Nei, ok. Þú ert bara bannað. Já, þetta eru börn og þau eru vitlaus. Og þau veit ekki neitt og það er gott að þau veit ekki neitt út af því að þau þurfa að takast alveg lífi. Krakkar geta verið klárið en þeir eru aldrei gáfaðir. Þeir eru aldrei með nægilega mikla lífsreynslu til þess að geta tekið skynsamlegar ákvarðanir. Og þetta brýn ég fyrir krökkunum í bóksinu út af því að ef við erum að fara að sannfæra þau það að þau séu betur til þess fallin til að taka eigin ákvarðanir heldur en fullorðnir, að þá erum að fara að sannfæra þau það að þau geti verið í forsvari fyrir sjálf sig áður en það er tími til. Þetta er svo að taka upp kartöflur 6 mánuðum áður en þú tekur upp. Ég hef ekki mikla reynslu á garðyrkju. Greinlega ekki, vegna þess að það eru bara 3 mánuði. Já, ok. En þetta er samt jafn heimskulegt. Já, það er allt í lagi. En það hugsar enginn tilbaka, hugsar. Ég veit að það er klár þegar ég var ungur. Það hefur verið svo gott fyrir samfélagi að hlusta á mig þegar ég er tvítugur út af því ég var svo klár, bara núna er ég algjör vitleysingur en þegar ég var tvítugur, En ástæðan fyrir kannski maður notar orð að hlustabörn er kannski að leiða hugan að því hvernig hugsun vegna þess að hún er oft frjálsari, hún er oft óheftari, hún er oft meira skapandi. Við þurfum stundum að vera vitlausari
og við megum alveg vera aðeins villisari við erum alltof svona að passa okkur að vera einhvern veginn þannig að sko ég hef lært helling af því að kenna úlingum og þau hafa kennt mér helling en þau eru vitlaus og það er allt í lagi það er allir vitlausir á þessum aldri það er ákveðin fegur í því líka já, niðurstaða þáttarins er að börn eru vitlaus en það horfa börn ekki á hana þátt nei, en eitt sem þau eru svo vitlaus það sem ég langar að svona aðeins að vara sko lengra með tengt þessu að því að ég trúi bara að tæki sé til góðs ef að þú sækir réttar upplýsingar og ég trúi því til dæmis að í kennslustund sé skemmtilegra að sækja upplýsingar í kennslustundinni heldur en einhvers eitt sé að segja þér það bara það að ef að læra Napoleon hvað við snögg að finna bara fyrstu upplýsingar Napoleon notatækin það koma frásagnir af Napoleon og þar getur kennarinn sagt nei þetta er della, þetta er ekki ránt þetta er vitlaus sors og yfir í það að hjálpa okkur að nýta tæki sem best sko ég bara velti fyrir mig af hverju ekki að nota skólastofuna einmitt þarna til að kunna nota tækin vel í staðinn fyrir að skilja það eftir já, ég hef með mig teirt þetta sko og mér finnst þetta svona áleika skynsamlegt eins og að segja hérna við ætlum að vera með AA-fund og hérna í miðjunni er bjórdæla sem að við geti gengið í eins og ykkur listir þegar ég var og sá sem er að stjórna fundinu þarf að segja hérna fólki við ætlum að nota þetta til þess að takast á þessar aðstöðu við erum að díla við fíkla sem er allt í lagi út af því að sko ég mátti ekki nota reiknivél framan af skólanum nei, en svo allt í hennu var það orðið bara tæki en ok, ég meina ég skil þig en sko, út af því að það sem er kannski lykil þátturinn í þessu er sko út af því að ég er að takast mikið á hérna við mitt hugbúnar verkfræðinga þetta sem er mitt svolítið þarna sem hafa mitt verið að bæta umgjörð fyrir lesblinda það sem að þeir eru að tala þetta ég er bara hluti af skólanum og við erum ofta að takast á þetta en ég held aftur á móti sko að þegar að við erum með tæki sem er að verða betri og betri í því að viðhalda okkar athygli og að kennarinn eigi að fara að keppast við athyglina samhliða því að vera að segja þeim eitthvað já, verið að gera þetta hérna rétt það eru bara þá erum við að setja kennara í fáránlegar aðstæður þar sem að þeir vita ekkert hvernig besta tækninýjungin er að verða á hverjum degi þar sem að gervigreindin er að gera þetta betra og betra og betra er að vinna og vinna og vinna ég gera þetta betra við eigum ekkert að vera að setja kennara í þær aðstæður bara hérna, gjör svo vel, hérna eru 25 krakkar með 25 síma jú, við settum inn einhverja takmarkanir en þeir eru það klárir, ekki gáfaðir til þess að ég myndi að geta komist fram hjá því það er svo stjörnuruglað að vera að setja kennara í þessar aðstæður börn eru klár já, ekki gáfuð okay. Hérna, sýndu með vinstri krók það er hérna já. Og ertu þá með vörnina alltaf uppi, já, það er ósjálfrátt það kemur þegar þú ert að boksa þá ert alltaf með annarkvort með nefan í andlitinu aðstagnum eða hjá sjálfum þér og þetta er eiginlega bara þessi skipting hérna að þú ert alltaf með aðra sem mögulega vörn ef að þetta gegur já, sko, nefanir eru aukaðri í nefalekum þú ert aðalega að reyna að færa þyngdina frá vinstri til hægri það sem þú ert að reyna að snúa upp á líkamann til þess að fleyta högginu þannig að þú nærð hámarks krafti bak við hnúan hvað skiptir mestu máli í sko, boxinu fyrir utan þennan balans er það sko þarf það að vera þú clever já, þetta er kænska sko ég horfa alltaf á nefaleika þegar ég ætlum þess að stýra einhverjum upp í hring að þá horfi ég á þetta sem algebradæmi þar sem þú ert að reyna að losa x út fyrir svegan þú ert með nefaleika mann sem er kannski góður á ákveðnu sviði en aftur á móti þá er hann með þennan veikleika og svo pælur í andstæðingnum sérð hvernig hann er að beita sér hvernig hann bregst við í mismunandi aðstæðum og þú reynir að hámarka árangur þess sem að þú ert að stýra
gagnvart þeim einstakling sem hann er á móti og það getur verið mjög flókið út af því að ef það er alltaf mjög snöggur andstæðingur á móti einhverju sem er ekki mjög snöggur að þá þarftu kannski að fara að huga að því að það er meiri lengd á milli hans þannig að hans bestu eiginleikar séu ekki að fara að nýtast mínum og svo er þannig að ef þú ert að boksa með einhvern sem er langt frá því þá með langan arm eða eitthvað slíkt þá vinnur frekar í fjarlægð eða einhverju slíku svo getur verið einhver sem er með rosalega mikla höggþyngd að þá ertu mikið að færa til hliðana þannig að hann sé ekki alltaf að ná hámarks krafti beint á þig það er ýmislegt í þessu sko en þú ert alltaf að reyna að losa X út fyrir svega með því að nýta hæfileika þess sem þú ert að stýra gegn veikleikum þess sem þú ert á móti Hvernig kynntustu Conor McGregor? Hann í rauninni sem var... nú svona stærsta nafnið í bardagaíþróttum. Já, hann var í Mjölni, ég sko hitt hann fyrst þegar hann er svo sagt ekki orðinn frægur. Þá hafði hann svo sagt, hann var hjá John Kavanagh sem að stýrir klúbbi sem að heitir SBG í Írlandi. Þar sem að ég held að Jón Viðar hafi í rauninni skapað þau tengsl. Ég held að ég sé ekki að fara með fleipur. Og þá er svo sagt Gunnar Nelson svo sagt að fara mikið út og SBG liðið að koma mikið hingað. Og ég var þarna náttúrulega bara í hnefaleikunum í Mjölni og var mikið að æfa í kringum þetta SBG-lið. Ég var líka svo farin að þjálfa þarna. Þannig ég var mikið að taka patsa, heitir það. Þá ertu með hérna svona hanska, þar sem þú ert að slá í. Já. Og var að vinna bara með, var æfingum hana með Conor McGregor og svo hann kom svona stundum á boxæfingarnar og var samt mjög oft uppi. Það voru svo 2 hliðar í gamla loftkastalanum. Frábær aðstæða hjá Mjölni sem að færði svo náttúrulega í öskuhlíðina. Það var hérna svona racquetball höll þarna á undan. Já, var það? Já, og reyndar það áður loftkastinu var leikhús. Já, já, akkurat. En ok, já. Og hérna, já, og svo hérna verður hann góðu sambandi í dag? Nei, ég þú veist, ég er hann ekki kongeggjar? Eða er þetta bara meira svona sjómannsstælar? Ég kynnist honum ekki það vel. Maður á æfingu með honum, sparraði við hann eitthvað. Fór hann einhver djömm þannig að það var náttúrulega staffadjam þannig að Mjölnis að þá var hann þannig að 2-3 en ég kynnist honum ekki þannig að hérna ég kann svona þú veist maður náttúrulega bara hefur séð í fjölmiðlum og þannig en þegar maður hitt hann það voru að spjallaði við hann þá var hann mjög almennilegur og fínn sko. Þetta er svona meiri hvað var að segja þetta er bara spurning athygli á réttum forsendum. Já, bara markaðssetning. Hann markaðsetur sér náttúrulega frábærlega. Ég ætla ekki að segja hann hafi átt auðvelt uppdrátta með sérstaklega í upphafi ferilsins en hann gerði sig náttúrulega rosalega stóran með hverjum bardaga sem hann tók. Og var náttúrulega mikill kjaftur og eitthvað í þessum karti sem var eitthvað svona real, eitthvað alvöru. Já. Meina, áður með hættum. Já. Mér langar aðeins að fara með hvernig heldur að þetta fari í borginni vetur. Ef við tökum þetta bara út frá byrjum að Sjálfstæðisflokknum, hvernig heldur að leiðtogakjöri hjá þeim? Hver leiðir Sjálfstæðisflokkin? Ég veit ekki, ég var ekki, það Gulli hefur verið nefndur í þessu samhengi og Hildur. Ég held að það sé engin annar sem að koma til greina. Nei, það þarf eitthvað alveg nýtt að gerast. Já, það er eitthvað mjög skrítið að gerast. Ég náttúrulega bara gerum ekki grein fyrir því, sko Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega í sóknartækifæri en það er aftur á móti þeirra klúður þessu. Það verður bara spennandi að sjá hvort að þeir ná að skapa einhvers konar svona andrými fyrir hægri stefnu í borginni, hvort að þeir ná að samfara. Svigrúmið með svo sem alveg til staðar. 100%. En svo er bara spurninga því að ef að þau klúður að sveitarstjórnarmálunum þá það verður alltaf erfitt að komast upp úr því að vera í minnihluta á öllum stöðum. Já, ég meina þetta er rosal sóknarfæri. Já, og svo er líka spurning sko, ég meina núna er miðflokkurinn, hann flýgur svo litið núna, hvort að sko, Gulli talaði nú í einhverju viðtali það að skapa einhverja blokk. Hvaða blokk það er þið? Viðreisn, miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur, að fólk væri þá að leggja sitt á vogarskálunan í því að kjósa eitthvað af þessu þrenni, ég veit ekki hvernig. Ég meina það væri ekkert ólógist í sjálfu sér eða framsókn Sjálfstæðisflokkur Viðreisn
En hvernig verður þá baráttan, sko? Þú veist, eru þeir að fara að passa sig að gagnrýna ekki hinn og þennan? Verður það svona persónukjör meira? Ef þú veltir því fyrir þér, bara varðandi það, að nú ertu með meiri hluta flokka, 5 sem eru saman, sem að mögulega munu reyna að halda áfram. Já. Og þá nokkuð óeðlilegt að það verði til einhvers konar pólitísk blokk ef að mönnum alvara að það eigi að koma að einhver svona hægri stjórn eða þá bara velta samfylkingu sessi? Jú. Svona svipað eins og það þurft að koma Sjálfstæðisflokknum frá. Getur ekki vel verið að það þurfi þá bara, eða sé að nota sömu rök núna? Já, en hver reynsla samt af því að skapa einhverja blokki? Var það ekki Viðreisn og Björt framtíð? R-listinn á sín tíma var fræg blokk. En þeir náttúrulega voru undir einu flaggi, eða það ekki? Jú. Já, það munun. Ég veit ekki hvernig blokk kemur til með að líta út milli mismunandi flokka. Björt framtíð og Viðreisn gerði þetta með Óttari Proppé og hérna honum, það stóluðum mér. Og honum Benedikt. Bensa, já. Það fór ekkert eða komast í ríkisstjórnar reyndar hana en, 10 mánuði í 10 mánuði því enda skildu en ok mér finnst þú ekki nógu afgerandi með Þú skamma mig fyrir að vera svo afgerandi í allan dag ég hef bara alls ekki verið að skamma ég hef bara dýrkað það hvað út hreinskilinn og ópiskar með allt samfélging heldur að Heiðabjörg verði leiði ég er búin að vera svo leiðilegu við hana maður ég hef mér mjög gagnrýnin Það hætta því í þessum þætti að vera leiðilegu Nei, ég tel að Heiðabjörg sé kúnstugasti stjórnmálamaður sem við höfum séð í mjög langa tíma hún ekki með að svo virðist mikið á bakvið sig hjá flokknum þrátt fyrir það að hún tók Helguvölu í varaformanni þannig á sínum tíma hún fyrsti borgarstjórinn sem verður borgarstjóri með engin atkvæða bak sig. Ég held að enginn hafi farið inn í kjörklefa á síðustu sveitarstjórnarkosningum og sagt í dag kýs ég Heiðubjörg Hilmisdóttur. En aftur á móti þá varð hún borgarstjóri. Hún hefur náttúrulega bara gerst fræg fyrir það að segja eitt á fundum og fara svo í fjölmiðla og segja eitthvað allt annað. Hún virðist mjög óörugg í þessu starfi. Já, og mér þykir vanta ég ætla að vera hreinskilinn, mér finnst vanta heilindi, mér finnst vanta hugmyndafræðileg heilindi það hvað þú viljir raunverulega gera. Hún gerir rosalega lítið án þess að það hendi henni sjálfri. Þannig að mér myndi þykja mjög skrítið ef að þrátt fyrir það að samfélkingin sé að mælast vel. Mér myndi þykja mjög skrítið ef að flokkurinn leyfir því að gerast að Heiðabjörg verði efst á lista. En hvaða einstakling kemur til greina það? Viltu spá? Nei, ég á rosalega erfitt með að spá það. Okay. Ég veit ekki hverjir eru þarna sem að væru bestið þess fallnir. Ég held ekki að forysta flokksins muni hafa ákveðnar hugmyndir þetta. Ég gerir mig enga grein fyrir. Hver á fyrirsögnin á þessum þætti að vera? Það veit ég ekki. Þetta svo fyndið. Þegar ég fer í viðtöl og þegar ég tek viðtöl þá man ég ekkert hvað ég segi. Nei, en það haugur af fyrirsögnum. Ég hef bara hóðið til að hjálpa mér. Strákarnir verða að meta þetta. Ég hef ekki hugmynd, Þá set ég hef ekki hugmynd. Ég sé eina bók Skoðanaríkasti maðurinn hérna. Ég vil eiginlega, það eina bók eftir, ég veit ekkert hvað bók þetta verður. When the headline is you. Já, þetta reynda frábær bók og ég hvet alla bæði stjórnmálamenn og fólk í atvinnulífinu að lesa þetta, líka fjölmiðlafólk, af því að þetta hvernig þú átt að bregðast við þegar að kastljósi beinist aður. Og hvernig á ég að bregðast við? Það verður kannski eftir í hvað fyrirsögnin verður. Já, ef þú lendir í krísu til dæmis, þá ákveðin viðbragðsáætlun sem verður að fara í gang og það það sem ég að þjálfa til dæmis stjórnendur í og svona mitt aðaldjóp að hvernig þú átt að bregðast við erfiðleikum eða krísu eða einhverju sem kemur upp sem þú sást ekki fyrir. Kannski þið heyri þér eða þú hendur mér undir vagnin það ráðleggja mig hvernig ég bregðast við. Já, eftir að lokna þessu þætti þá setjast við og búum til krísu áætlun fyrir þig. Nei, það er búin að vera frábær. Takk fyrir mig.